Komið þið sæl og blessuð og verið velkomin að skjánum. Það föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur og það sneisafullur þáttur framundan af alls konar viðtölum og skemmtilegu fólki og við ætlum að byrja í tónlistinni því að núna á sunnudagskvöldið klukkan 8 fara fram útgáfutónleikar í Akureyrarkirkju þar sem eru fagnað útgáfuplötunar Hugaró. Og það eru Margrét Árnadóttir og Kristján Edelstein sem hafa veg og vanda plötinu og Margrét Árnadóttir hingað komin. Vertu hjartanlega velkomin í þáttinn. Þakka þér fyrir. Hvernig kom þetta til og kannski segir okkur fyrst kannski frá bara hvernig plata þetta Hugaró? Já, Hugaró kannski dálítið eins og titillinn segir til um. Þetta er samansafn af svona bænalögum sem að ég fékk Kristján til að taka upp með mér. Og okkur langaði svo að færa þau í svona, hvað ég að segja, hugróan stíl. Já. Þannig að maður geti hlustað og maður bara fái kyrrð. Þetta er svona kyrrðar stemning, sko. Einmitt, hjálpa fólki að fara svolítið inn á við. Fara svolítið inn á við, já. Og hvernig, það því að ég var að kíkja yfir lagalistan og þetta eru lögur alls konar áttum. Hvernig fóruð þið að því að velja þessi lög? Sum af þessum lögum hef ég bara kynnst í gegnum minn söngferil og til dæmis Maríu hvað eftir alla heimi. Já. Ég söng það fyrst sennilega 96. Það er bara rétt eftir að það kom út. Já. Og hef sungið mikið í gegnum tíðina. En svo fór ég dálítið skoðaði drög að nýrri sálmabók og valdi dálítið svona úr henni. Svona sem ég fannst tengjast bæði svona kannski sem að voru svona kannski nýrri tónsmíðar og svona sem tengdust þessari stemningu sem ég vildi ná fram. Einmitt. Með texta og öðru. Þannig að þetta passaði nú allt saman. Akkurat. Og kannski svona sagan á bakvið þetta eða svona þegar ég fór að vinna þetta meira þá fór ég að hugsa tilbaka og það var þannig að 99 og þá missi ég manninn minn eða sambýlismann og bassföður í sjálfsvígi. Já. Og og mér var alltaf langað til að gera eitthvað, styrkja eitthvað þetta málefni og vekja athygli á þessu málum. Og þannig fór ég á stað með þetta líka til að styrkja og ég ætla að styrkja samtökin, Pieta-samtökin. Já. Og sérstaklega leggja áherslu á Akureyrardeildina. Því að vantar dálítið upp á að það sé hægt að veita þessu þjónustu betur hér. Einmitt. Á Akureyri. Og bara málaflokkur sem þarft og nauðsynlegt að minna á og vera alltaf að tala um. Algjörlega. Þannig að það frábært að geta sinnt tónlistinu og látið gott af sér leiða í leiðinni. Algjörlega. Og tónleikarnir núna á sunnudag, þetta er náttúrulega útgáfa tónleikar en platan kom í raun og veru út fyrir jól. Já. Þannig að og bara út af ástandinu og náttúrulega kannski ekki verið hægt að hafa svona hefðbundna útgáfa tónleikar sem maður vildi. Nei, þannig að þetta er aldeilis orðið tímabært. Já, heldur betur. Þetta er búið að liggja í saltpæklinum dálítið lengi. Einmitt. Þannig að nú er kominn tími. Og tónleikarnir verða sem sagt í Akureyrarkirkju á sunnudagskvöldi klukkan 8 en svo eru aðrir tónleikar í Reykjavík í viku síðar, ekki satt? Já, mikið rétt. Og hvar verða þeir? Þeir verða í Bústaðakirkju. Í Bústaðakirkju? Sunnudagskvöldi 28. mars klukkan 8. Þannig að Reykvíkingar sem eru að hlusta og horfa vita þá hvert eiga að fara sunnudagskvöldi 28. En fyrir þá sem vilja verða sér út plötuna sjálfa, hvernig gera þeir það? Já, það er hægt að nálgast diskinn í kistu í Hofi og svo er hann til sölu í tónabúðinni og í Reykjavík er hún til í kirkjuhúsinu og 12 tónum. Einmitt. Og svo er hægt að nálgast hann hjá mér líka. Akkurat. Og styrkja gott málefni og fá góða tónlist, slá 2 flugur í einu höggi. Einmitt. En svo er líka hægt að nálgast streymið á Spotify. Einmitt. Þannig að fólk gæti aldeilis ekki að vera í vandræðum með að finna tónlistina. Sem er bara frábært.
Bara ég þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn, Margrét, Já. og segja okkur frá þessu. Ég hlakka takk mikið fyrir. til að hlusta á Já, plötuna. ég ætla nú bara þá að færa reyntaka af henni. Nú, en þú þakka, það getur er nú nú bara hlusta á gaman. hann alveg strax. Kærar þakki fyrir það og bara gangi þér ótrúlega vel með tónleikana báða. Já, Bæði takk hér og fyrir sunnan og bara takk fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Já, takk kærlega.